Já, vinni, svekkjandi 2-1 niðurstaða úr leik í bikar. Hver bara svona, já, þín sín á leiknum? Þetta svona bland í poka, sko. Þú veist, auðvitað erum við underdogs. Það bara ljóst þegar við löpum hérna inn á svæðið að líkurnar eru með þeim eða þeir eru hærra settir, hærri deild og með landsliðið bara líka við. En samt langar mann alltaf að vinna og strákarna langaði mikið að vinna í dag og mjög stoltur af baráttunni. Og klókir að loka á svona þeirra hættulegustu menn og þeirra hættulegustu svona svæði lengi vel og bíða bara færis. Þó við fáum okkur 1 mark þá héldum við bara áfram saman plani og með þessi eftir mark nr. 2 þá sama plan en náðu sína þrýst inn einu marki til að minnka þetta niður og þá fengum við blóð og tennur og það var eiginlega mjög svekkjandi að ná ekki jafna því við fengum alveg færi til þess. Svona virkuðu svolítið, kannski að segja endilega hræddir í fyrri hálfleik en svona þeir voru svona svolítið litlir í fyrri hálfleik. Hvað sagðirðu við strákana í seinni hálfleikunum sem þeir komu með bara allt annarri orku út í seinni hálfleikin? Já, þetta bara planið var að spila, auðvitað ekki hræddir en að spila þannig að við ætlum ekki að fá þá aftur fyrir okkur. Við ætlum ekki að bjóða upp í dans, við ætlum ekki að pressa það hátt til að fá Tryggva og Jónatan og hvað hitta allir Orri og fullri ferð fyrir aftan okkur. Þannig að við ætlum að frekar láta þá fá einhver hálffæri og leyfa þeim að vera með boltann, bíða bara færis. Og þetta tókst, fannst mér mjög vel, þetta skoraði þeir og það þannilega lá mark í loftinu bara því að mann líður þannig að þeir eru svo mikið með boltann. En þetta voru ekkert mörg færi sem þeir eru að fá. Okkur gekk illa síðan að halda í hann, auðvitað vil ég halda aðeins betur í hann en auðvitað vissi maður bara og strákarnir voru með í því að okkar moment kæmi einhvers staðar og það kom svo sannarlega í meiripartinu seinni hálfleik ógst þeim ásmegin voru hugrakkari með hverju mínútunni og svo var minnkamunni 2-1 á hann, þetta bara einu marki frá því að hendist í framlengingu og það var gerð atlaga að því hérna í lokin og það var frábærlega gert á strákunum en skramarinn var þetta eins og skepna. Svona eins og segir þá svona allan að síðasta hálftíman í leiknum þá svona eru þeir bara með öll tök á leiknum, það ekki svona og mitt fáið að hann verið hérna frábærlega og það ekki svona gríðarlega svekkjandi mitt að horfa á hann fara inn til dæmis í slanna og síðan vera þetta með alveg út í stöng? Já, bara aftur kredit á strákana. Það sko minnsta máli heimi að brotna niður ef þú færði á þig 1-2 mörk út í velli á móti Val. Það tekur á andlega að stíga upp úr því og við gerum það á rúmlega það. Ég heyri þá kalla að þeir vilja hlaupa upp í hotfána þegar þú veist 2 mínútur eftir. Þannig þeir voru orðnir eiginlega hræddir og ég spáði þessu raun og veru og lagði þetta svolítið upp þannig fyrir hennar leik að þetta var pressan á okkur var svolítið underdogs til að byrja með en svo ætluðu að reyna að snúa þessari pressu við þannig að Valsarar eru mögulega hræddir og þeir urðu það en við náum ekki að nýta okkur það nógu vel í lokin. Er það gamla klisjan núna að nú bara einbeita sér að deildinni? Já, ég meina Evrópudraumurinn farin, það auðvitað svekkjandi og ógeðslega skemmtilegt að vera í þessari keppni og en aftur, fókus bara á það sem kannski skiptir mestu máli, það að standa sig og það strax á sunnudaginn er næsta leikur. Takk fyrir.